Góðan daginn, vlog. Kannski einhverju sem að spotta það að þetta ekki framkvæmdavlog. Þeir sem að fylgjast með mér sem sagt vita að næsta vídeo á alltaf að vera framkvæmdavlog, ok? Af því það á að vera framkvæmdir á dagskrá inn á þessu rými. En smiðurinn búinn að vera að færa alltaf. Hann átti alltaf að koma. Alltaf að færa nokkra daga viku og núna átti hann að koma fyrir nokkrum, hann átti að koma núna á 5. daginn fyrir 2 dögum. Og þá bað hann að byrja í byrjun júní, semst eftir 2 vikur allavega. En það ekki framkvæmdavlog í dag. Vatt í insane mode í gær í íbúðinni og tók bara deep clean. Ég náði ekki að skúra, en ég breytti aðeins til í eldhúsinu. Þetta semst kaffibarinn sem ég gerði í einhverju vloggi í haust. Ég lakkaði í þennan kaffibar hvítan, var með kaffivélina hér, kaffidót. Og þá færði ég ísskápinn hingað og með kaffibarinn hér. En núna tók ég hann, færði ísskápinn tilbaka, setti bara kaffivélina hér, smá svona kaffistation. Já, þannig ég breytti svo aftur tilbaka. En hérna ég að fara að fá nýjan svona skenkhillu. Hann bara heima hjá mömmu og pappa, hann frá ömmu minni. Ég að fara að setja hann hér. Og ég veit ekki hvort mér langar að setja, kaffi bara ofan á það. Ég held nefnilega að það gæti verið cute. Ég hef séð mynd þar sem að, ein gælla var með inn í svona matar, eða svona, hvað heitir þetta, living room. Hún var með svona skenk og var með kaffi bara ofan á því, bara gekk clean kaffivél og svo bara kaffidótinn í skápnum. Mér langar svo í nýja kaffivél og ég veit ekki hvernig típu ég á að fá mér. Ég hristi ekki alveg Nespresso. Mér finnst stundum Nespresso bara gera vonda bolla. Ég hætti að nota Nespresso-vélina í svona, ég er ekki búin að nota hana í hálft ár og ég byrjaði bara að nota hana núna í vikunni, nei. Ég er búin að gera bara svona instant kaffi sem er ógeðslega gott, en ég fekk bara svona, mig langaði að prófa kaffivélina aftur. Þá gerði ég ekki gott kaffi, þannig ég byrjaði að kaupa hérna hylki sem að heita Blond Espresso og eru svona gulliti á litin og þau eru mjög góð. Þannig ég er búin að nota hana kaffivélina aðeins og ég er með kalt kaffi ef ég er með kaffiglas í ísskáp sem ég er beðið að gera ískaffi úr. En fyrst ætlum við að borða það. Halló, þú komin að fá morgumat. Ekkert eðlilega dekraða köttur sem fær laukmat 2 á dag. Gjörðu svo vel. Það er sem sagt laugardagsmorgun. En ég er að fara niður í vinnu. Oh my god, ég lenti í ekkert eðlilega pirrandi dæmi í gær. Ég sem sagt læsti mig út af, ég er að leigja svona rými fyrir snyrtistofu, augnaráðlingingarnar. Og ég læsti lyklanum mína inn í stofunni. Og þegar ég mætti þá bara, sá ég það. Og gellan sem átti einum vera í gær, hún var mætt og ég bara ég er bara ekki með lykla. Og hún þurfti bara frá heim og svo var ég bara að reyna að redda lyklum bara í gær. Og ég náði loksins að redda lyklum, eftir hádegi. Ég gat farið í gær og tekið stelpuna sem, átti að vera þarna morguninn. En síðan var ein önnur sem átti að vera líka sem ég gat ekki tekið í gær. Og ég er frá að taka hana núna. Hún er frá að útskrifast í dag, greið eitthvað. Komið augnaráðlengingar á útskriftardeginum. Ég er að fara að taka hana núna klukkan 10. Langar rosa að hreyfa mig í dag. Það var geggjuð æfingavika hjá mér. Ég fór World Fit, heitutími, World Fit, hvíldardagur, heitutími. Vá, ég fór bara í tíma í vikunni. Og svo tók ég líka einhver, hlaup. Útihlaup með því. Og ég er búin að vera með svo miklu haspurur í, efri búk eftir sérstaklega World Fitið. En ég er svolítið að kreyfa, mér langar ógeðslega fyrir gymmi. Það er ógeðslega langt síðan ég fór í gymmi bara. Og ég er búin að hlaupa svo mikið, náttúrulega þegar þú hlaupur þá ert að, þú brennur svolítið mikið af fitið þegar þú hlaupur, þú ert ekki beint að styrkja þig. Og mér líður svo ég þurfi að fara að taka fleiri leg days. Þannig að spurning hvort ég taki hádegisæfingu. Ég er að gera með kaffi, hvít súkkulaði, dífa í botnin, always. Ég kom inn á þann vagn aftur. Og Blond Espresso hylki frá Starbucks. Ég er búin að vera geðveikt mikið að reyna að pæla í svona gut health. Og ég byrja til dæmis alltaf dagana mína núna á, ég reyni að byrja á electrolytes og að borða.
Ég fæ mér öll búst sem með svona kefir á að vera ógeðslega gott fyrir maðurinn. Hann gerði það líka áðan og núna ætla ég að fá mér kaffi og sko ég hætt að fá mér Oatly mjólk út af því að Oatly, ég var alltaf að vita, fólk búið að tala lengi að Oatly sé bara, ég veit ekki hvort sé haframjólk eða bara Oatly merkið, en ég kaupa alltaf Oatly. Núna ég alveg, núna set ég bara kaffi og búin að vera að setja þetta á móti. Eins og ég gerði kaffið mitt, þá gerði ég alltaf bara svona og síðan setti ég mjólk, Oatly mjólk. En núna ég byrjuð að setja bara meira af þessu. Sleppa mjólkinni. Okay, það sko kaffi hérna í glasahaldranum síðan í fyrradag. Ég veit, ég á að vera búin að fara inn með þetta. En ég setti kaffið mitt hérna á milli sætana og ég var næsti búin að ruglast og drekka úr gamla kaffinu. Og ég hef gert það áður, ég hef drukkið úr vitleysu út af því að stundum gleymi ég að fara inn með kaffiglösum mín. Og ég drakk úr vitleysu glasi. Það er ógeðslegasta sem ég hef smakað. Gamalt, myglað kaffi. En ég er að fara að smaka þetta. Ég elska því ég set svona hvít súkkulaði yfir botninn. Ég elska þegar koma stundir svona smá svona hvítir kögglar með. Þeir eru bráðna strax upp í þér en ég elska því súkkulaði. Það er svo gott að byrja laugardaga á hreinu heimili. Ég ætla að laga til svona 7 sinnum á dag. En vanalega á svona laugardagsmorgnum þá tek ég bara svona við, það verður alltaf verið fínt fyrir helgina. Og svo það er alltaf að koma fram í morgun og það var bara allt tandurhreint. Og núna bara get ég farið og tekið hana kúna og ekki hugsað að ég er ekki að ná að laga til þegar ég er að koma heim í skíta íbúð, ekki það ef Ólafur eru búin að rústa íbúðinni þegar ég kem tilbaka. Það veit ég ekki, þá bara fer ég að gráta eða eitthvað. Brynjar var kallaður út í vinnu klukkan 1 núna. Það verður kannski eitthvað fram á dag. Komið með eggjasamloku og ég gerði svona Besties kaffi og þetta hvíta súkkulaði mitt er búið þannig að ég setti Besties dívan er basically hvít súkkulaði dífa. Þetta er alltaf mjög gott. Ég ekki með neitt plan í dag sko, nema bara hana æfingu kannski. Ég veit ekki hvort ég nenni, ég ætla að sjá hvernig ég er þegar ég er búin að borða. Það er alveg næs veður sko, þannig að kannski fer maður bara eitthvað út að leika með Oliver. Klukkan er 3:30. Ég er búin að mála mig, reyna að gera mig sæta því ég varð allt í ógeðslega þreytt. Og mér er svo gott þegar ég er þreytt að gera mig til, reyna að fake your mind að þú sést í stuð til að gera eitthvað. Oliver er að spila eitthvað Peppa Pig leik hérna. Brynjar er ennþá að vinna og ég veit ekki hvað hann verður lengi og það finnst ekki hann að gráta og mér finnst eins og ég get ekki, þú veist ég er svona smá bíð eftir honum en samt er ég líka svona, ok, á ég kannski bara að fara að gera eitthvað með Oliver einn. Viltu koma út að hjóla? Nei, já. Ef við koma út að hjóla? Síminn er búinn. Síminn er búinn, takk ástu mín. Jæja, við ætlum að kíkja í smá hjólatúr. Þú ert í svolítið stóri rólu. Lúli. Lúli er alltaf með. Tókum einn hring á hjólinu. Stopp og róló. Krakkarnir að mála svona flott. Sjá gæna. Regnbogi. Regnbogi. Þetta er annar regnbogi. Hún er annar regnbogi. Systir mín segir að það sé gott fyrir mann að hoppa á trampolínu alla daga út af eitthvað svona... Hörðu, ertu komin? Einhverju svona lip knots. Leia. Og ég leiða barhendurnar. Hopp. Eitt er óva. Alveg eins. Þú gerir skál. Skál. Eitt er óva.
Það kom í kvöld, klukkan alveg 8. Og ég búin að vera í svo vondu skapi sem klukktímana. Ef þú veist, veit ekki, þessi dagur bara einhvern veginn, þetta er bara ógeðslega pirrandi dagur. Brynjar endaði á því að þurfa að vinna alla vaktina sem að hann ætlaði aldrei að gera. Hann ætlaði að mæta í svona klukktíma, 2 klukktíma. Af því hann þurfti að, þú veist, það þurfti eitthvað að redda einhverjum í smá stund. Þá þurfti hann að vera alla vaktina. Og Matti 6. Þannig basically, já, í allan dag. Ég var alltaf að bíða eftir hann kemur heim, skilur. Þetta var alltaf að lengjast. Og síðan bara, þú veist, 13. Hann þurfti að vera alla vaktina. Ég er bara ekki búin að gera neitt í dag. Þú veist, að ég var alltaf að bíða. Einu sem við Ólífer gerðum var bara að fór þetta að róla. Annars bara finnst mér ég vera búin að vera að hanga heima og húsið er það hreint að ég er ekki eins og búin að vera að ganga frá eða neitt svona, mér líður bara að ég sé ekki búin að gera neitt og ég fór ekki að æfingu eða neitt. Málið með mig er ef ég er búin að sjá fyrir með daginn á einhvern ákveðin hátt og hann síðan fer í andstæðuna þá verði ég ofta alveg svona fyrir vondskap. Ekki oft sem að ég er í vondskapi en það er svona my trigger og ég er búin að sjá fyrir mér skemmtlan dag, ég er búin að sjá fyrir mér að við myndum bara gera eitthvað saman í dag skemmtilegt með Ólífer, við erum búin að vera ógeðslega lítið saman eitthvað í vikunni, það Brynjar er búin að vinna og eitthvað. Svo þú veist, sá ég fyrir mér að við myndum klára eitthvað stúss, þú veist, ég ætlaði að fara með kaffibarinn á Sorpu og kannski kíkja í einhverja IKEA, þú veist, eitthvað svona fyrir baðherbergið. Það er svona að ég sé búin að sóa deginum tilfinningu og það pirrar mig ógeðslega mikið. Og nú er klukkan, þú veist, orðin ógeðslega margt og veit ekki alveg hvernig þessi fyrir að sofa. Ég er örugglega að fara að reyna að hátta hann bráðum, hann er búin að vera að sofna svolítið seint seinustu daga. Ég ætla að hreyfa mig á morgun og gera eitthvað skemmtilegt. Annars verði ég örugglega bara hérna heima að chilla í kvöld. Ég er að horfa á Desperate Housewives í örugglega svona 10. skipti og þetta er alltaf jafn skemmtilegt. Þetta eru svo góðir þættir. Það er seinast á það þegar ég var ólétt, þannig að fyrir 3,5 ára örugglega. Þá var ég að horfa á þetta því ég bjó á Akureyri. Og ég byrjaði á þessum daginn og þetta er bara svo skemmtilegt. Og ég fæ alltaf svona, ég elska þegar ég er að horfa á seríur sem ég bara svona, ég fæ bara svona kreif að horfa á það. Bara svona, ég er bara svona spennt að horfa á það. Og ég get alveg verið ekki í símanum að horfa á það. Þannig að, já, ég ætla að gera það. Smá dót kom eftir daginn sem að það er að ganga frá líka. En annars bara vonum að morgundagurinn verði aðeins skemmtilegri. Góðan daginn. Ég veit ég er ógeðslega tönuð. Ég setti á mig svona brúnku andlitsdæmi áður en ég fór að sofa og svo setti ég á mig brúnkudropa í morgun þannig að smá tann í dag. Herðu, ég mætti fyrir utan Örklagslaugar. Natalia er örugglega bara rétt og komin. Við ætlum að taka leg day saman. Ná mér örugglega svona klukktíma leg day. Það er bara flott. Mér langar ógeðslega að skvatta, hip thrusta og eitthvað svona heavy. Já, ég er bara að fara inn og hitta hana. Það er bara að fara á tröppurnar ef hún er ekki komin. Ég er svo spennt að byrja daginn minn á smá æfingu. Mætti brunch. Brunchplatti. Þessi franska fyrir hann. Það meiri pönnuköku. Mamma, en lítið pönnuköku. Já, viltu stærri bita? Viltu alla þessa? Ég var með það. Ok. Og the aftermath. Var þetta gott? Já, mjög. Kláraði allt á Disneyinum? Já, ekki mest eftir. Nefna gúrkuna? Já, ég bara ekki gúrkuna. Ég bara þetta ekki gúrkuna heldur. Þetta er annað spegling. Annað spegil, vilt þú sjá Ólífer? Sjáðu! Það er nýja spegling. Ólífer og mamma. Við vorum að klára að borða. Og gott að borða pönnuköku. Smá pizzupása. Ógeðslega hvað er brunch á Nauthól? Hvað er klukkan? Klukkan er 10. Já, mjög góður brunch á Nauthól. Við vorum með svona gjafabréf. Þannig við vorum bara að klára.
Við vorum að koma heim, stoppum í barnaloppunni og búð og ég ætla að gefa ykkur smá barnaloppu haul, stór póki. Oliver hérna að leika sér með dót. Ég keypti svolítið af dóti. Ég elska þegar ég finn svona ódýrt dót í loppunni. Ég keypti hérna hvolpasveita, buxur og peysu saman. Veit ekki, þú veist, það er alltaf eitthvað afslætt en það stendur 600 krónur og þetta er svolítið stórri stærð, þannig að það mun endast lengi. Spiderman sundgalli, kostar bara 300 krónur. Basic t-shirt frá eitthvað Tommy Bahama. 270 krónur, thank you. Nýjir strigaskór, þetta er bara þetta er Puma. Kostuði 500 krónur. Svona, þetta var sett líka með risælu buxur og jú, þetta var sett. Já, þetta var saman. Þetta er bara alveg basic peysa úr Söru. Já, 550 krónur fyrir þetta sett. 250 krónur, bara leggings. Ég hef sagt að ég sagði í senasta vídeói hann er mjög leiðilegri buxurnar núna passar eiginlega bara í leggings. Hún notuð peysa frá Söru 1500, kannski smá dýrt en hún er í 110 þannig að hún mun eiga hana alveg frekar lengi. Fannst hún eitthvað sæt. Svo keypti ég ákvað að verða típisk íslensk mamma og kaupa hvít svona jakka. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað munur á milli jakka en þetta er svona, hann er í þykkari kantinum. Já, vassel, klí, góð fyrir svona íslenskt sumar veður fyrir ekki sól. Hún kostaði 6 og 5, nú veit ég ekkert hvort það sé mikið eða ekki. Svo keypti ég bara, keypti þú veist eitthvað risælukall og ég keypti nokkra svona Peppa Pig kalla fyrir Oliver af því að hann elskar Peppa Pig. Og svo var svona póki með svona fullt af dóti á 500 krónur og hann er að leika sér með það núna. Það eru hinnir Peppa Pig kallanir. Svo það var bara fullt af svona litlum pet shop og einhver svona dýrum og eitthvað. Og hann er að leika sér með það hér. Svo keypti ég þessa bók á 300 krónur og þessa bók á 400 krónur. Þá held ég að haulið sé búið. Þetta kostaði 12.000 samtals allt þetta, náttúrulega úlpan, svolítið dýr. Herðu, smá set út af blómunum sem ég keypti í gær. What is going on? Ok, þessi hér, Rose, klippti hana alltaf stutt, þannig hún er miklu stutt en þessar. Svo datt einn blómahaus af, þannig þetta er bara eitthvað smá í ruglunu. Brynjar ætlar að fara í gymmið bráðum. Ég ætla að gera kaffi fyrir okkur. Ég er búin að vera að nota þessa núna yfir helgina út af því að hvíta dívan mín kláraðist. Já, ég sýndi frá því í gær held ég. Já, ég held að það verður bara rólegt kvöld. Það er rigning úti og ekkert mjög skemmtilegt veður at the moment. Þannig að, já, ég ætla bara að klára að gera þetta kaffi. Ég ætla bara að kveðja ykkur hérna. Þetta er bara góð tími til að enda vloggið. Þetta var bara svona smá helgavlogg og næsta vlogg verður framkvæmdavlogg. Ég er búin að vera að fá, ég fekk eitt svar frá smiði í dag sem kemur kannski í vikunni. Ég verði að fara að klára þetta barbecue sko. Takk fyrir að horfa, like, subscribe ef ykkur fannst þetta skemmtilegt vídeo og þið viljið sjá meira. Þið megið alltaf kommenta hvað þið viljið sjá sérstaklega og sjáumst örugglega bara bráðum.